Þá það liður 13, fjárhagsáætlun 2015-18 og Eyþór ætlar að fara yfir hana með okkur. Við slökkum á myndavél á meðan. Við þökkum Eyþóri fyrir greinar góðar útskýringar og á tillögunum. Varðandi fjárhagsáætlun 2015 þá heldar fjárfesting áætluð 100.044.000. Fjárfesting A-hluta áætluð 70.900.000. Þar af 68.900.000 í eignasjóð og 2 milljónir í þjónustumiðstöð. Fjárfesting B-hluta áætluð 29.144.000 sem skiptist á Suðurlandsveg 1-3 EHF 9.144.000 og Vatnsveitu 20 milljónir. Áætluð langtíma lántaka árinu 2015 50 milljónir. Framleiðar hlutfall 2015 áætlað 18,6% og veltu fjár hlutfall 0,71. Reiknað skuldaviðmið samkvæmt sveitarstjórnarlögum fer samkvæmt áætlun niður í 127,1% árið 2015 og skuldahlutfallið í 128,1%. Þá farið í gegnum þessar fyrirliggjandi tillögur og þá ætla ég að bera upp fjárhagsáætlun fyrir árið 2015. Þeir sem að geta samþykkt hana, gefi merki. Hún samþykkt samhljóða og 3 ára áætlun fyrir árin 2016 til 18. Þeir sem að geta samþykkt hana, gefi merki. Yngvi? Já, Gjör svo vel. Já. Klára afgreiðslu, Þeir sem að geta sagt 3 ára áætlun 2016 til 18, gefi merki. Einhverjur á móti. Hún samþykkt með 4 atkvæðum og 3 sitja hjá. Yngvi, gjörðu svo. Þakka þér. Þurfum aðeins smá tíma. Tökum smá fundalíð. Fundalíð veitt. Þá fundi framhaldið og Yngvi Karl hefur beðið orðið. Já, og þetta, ég ætla að lesa hérna bókun álistans. Fulltrúar álista sitja hjá við afgreiðslu 3 ára fjárhagsáætlunar 2016 til 2018. Það sem stefna D-listans í töku langtímalána að okkar mati ekki heillavænleg. Langtíma áætlunin 2016 til 2018 gerir ráð fyrir 150 milljóna króna lántöku án þess að henni fylgi ítarleg fjárfestingar áætlun. Fulltrúar álista eru sáttir við fjárhagsáætlun 2015 þó að farið hefði mátt varlegar í langtíma lántöku þess árs. Fulltrúar álista í sveitarstjórn Rangárþings ytra vilja þakka öðrum sveitarstjórnarfulltrúum fyrir samstarfið á árinu. Og undir þetta skrifa Yngvi Karl, Margrét Harpa og Sigdís. Takk fyrir það, Yngvi Karl. Þá við beðum orðið Ágúst Sigurðsson, gjörðu svo vel. Takk fyrir það. Já, það hér bókun frá D-lista. D-listin leggur áherslu á að sveitarfélagið haldi sínu striki við aðhald í rekstri og greiði niður skuldir samhliða því að sinna nauðsynlegri þjónustu og fjárfestingu. Nú í haust hafa orðið umtalsverðar launahækkanir sem hafa verulega áhrif á okkar áætlanir. Við höfum brugðist við þeim með breyttri forgangsröðun og með því að setja aðhaldskröfu á alla málaflokka. Sameiginleg niðurstaða sveitarstjórnar fyrir árið 2015 að heildarfjárfesting verði 100 milljónir króna og framlegð verði ríflega 250 milljónir eða tæplega 90% af tekjum. Og að skuldahlutfall okkar fari niður í 128% sem vel innan við þau mörk sem sett eru sem hámark í þeim efnum. Rétt að benda á að langtíma áætlun okkar að taka einungis 50 milljónir til endurfjármögnunar eldri lána óumflýjanleg aðgerð vegna skams lánstíma á lánum sveitarfélagsins. Það mat D-listans að ekki sé valkostur að draga úr þjónustu við íbúa sveitarfélagsins og nauðsynlega fjárfestingu til þess að greiða lán okkar enn hraðar upp. Við höfum farið varlega í því að spá fyrir auknar tekjur og fyrst og fremst unnið í því að finna hagfelldar leiðir hvað gjaldaliðina varðar.
Þó svo að það hafi verið nokkuð snúið að koma þessu saman, þá hefur vinnan við áætlunargerðina engu að síður gengið mjög vel og starfsmenn sveitarfélagsins og sveitarstjórnarfólk unnið að þessu í góðri einingu. Við viljum þakka fulltrúum álistans ágætt samstarf og undir þetta skrifa Þorkell Torfesson, Helga, Haraldur, Eiríksson og Ágúst. Þakka þér fyrir, Ágúst. Og síðan sameiginlega bókun sveitarstjórnar að sveitarstjórn þakkar starfsfólki sveitarfélagsins sem hefur unnið frábær starf við gerð fjárhagsáætlunar 2015 til 2018. Takk fyrir það.